Í kvöld bregða stöðvarmenn út af venjum og setja sig í heldur menningarlegri stellingar en áður hefur tíðkast. Tage Ammentrup annaðist dagskrárgerð. Komið sæl. Stöðin hefur nú ráðist í það stórvirki að kvikmynda hina sígildu og sívinsælu sögu síðasta víkinginn. Eins og allir ættu að vita, fjallar sagan víkinginn Steingrím og síðustu orustu hans ásamt þeim ógnvænlegu atburðum fylgdu í kjölfar hennar. Þessi saga ein af þeim átakamestu og átakanlegustu sem menningararfleifð okkar geymir. Og eins og flestir vita höfðu atburðirnir sem hún lýsir uggvænlega áhrif á allt þjóðlífið á sínum tíma. Myndin ætti því ekki að láta neinn ósnortinn. Að minnstakosti lét hún Pingi okkar stöðvamanni ekki ósnortna þar sem gerð hennar sett okkur nærri því að hausinn. En hverju skipta slíkir smámunir þegar jafn stórbrotið listaverk annars vegar? Gjörðu þessu vel, hér kemur síðasti víkingurinn. Rýni í rúnið, ræði ég í táknin, forðlega fortíð fram nú ég segði, djúpt út úr dimmu dreg ég hið liðna, feta ég fótvör framliðnar slóð. Óbæðslega þetta draugalegt. Hvað sérðu? Eldsins í ólgu ómuna tíðir, upp sé ég opnast, sagan úr svörtu djúpi dregin. Þarf þetta endilega að vera í bundnu máli? Ég ekki viss ég skilji hvað þetta fara. Shut up! Já, ég skildi þetta. Fram stíga fornir og fræknir kappar og það inna eitt sinn var. Þótt að mest maður og vænstra á Íslandi þá þáttur þess skráður. Hvurslags rugl þetta? Hvernig skilji þetta? Þetta bara samræmd stafsetning forn. Já, þetta náttúrulega alveg út í hött fyrir nútíma áhörfundur. Reynda að pappa þetta svolítið upp, manneskja. Þarna misti ég eitt puttan og bardaginn ekki eins og byrjaði. Steingrímur var maður vottheimurs og fáir treystu til átaka við hann. Já. Hann var þá saga þessi hefst allsherjar goði og voru allir menn aðrir undir hann settir hér á landi. Strandinn sjálfur, hvað vil að láta mig sveifla þessum skaðræðist tólum? Það verið lítið orðið eftir af mér áður en yfir líku. Annar höfðingi nefndur til sögu og hét sá Jón nefndur var hinn Baldni. Jón hafði víða siglt lönd og dvalist við hirðir margra konunga. Jón Baldni var mestur kappi þeirra Steingrími fylgdu að málum. Var hann saga þessi upphefst komin heim frá Fankaríki þar sem hann hafði barist hetjulega við Ormthann eða Fingálknir menn nefndu E.B.E. Ormur þessi lá á gulli margra þjóða og óxafl og ásmegin eins og ófrestum slíkum með títt. Jón var manna fímastur og þótti engum fýsilegt að etja kappi við hann í þeim íþróttum þá menn þekktu. Stökk hann hæð sína í fullum herklæðum og eigi skemur aftur fyrir sig en fram. Þá nefndu til sögu Ólafur ríki. Ólafur átti gnægðu gulls alþýða manna hafði goldi honum í skatt. Sat hann löngum og taldi sjóði sína. Já, það bara ekkert nóg. Já, þá þarf náttúrulega að skrá öll mín afrek svo að fólk viti þau og það kostar nú sitt. Já, og svo kálskinnið orðið svo dýrt að ég tali nú ekki ef að búvörusamningurinn gengur í gegn. Þetta náttúrulega alveg út í hött, sko. Það virðist vera alveg sama á hvaða tíma þau uppi. Það alltaf verið að plokka manni. Og ég segi nú bara fyrir mig og mína ætt, alveg í fortíð, nútíð og framtíð, að manni bara falla hendur. Já, við sko skilum fólkinu peningunum aftur.
Þakka þér fyrir, elsku kallinn minn, já auðvitað nýtur maður góðs af skattinu, sko, það ekki spurning. Elsku hvíti víkingur minn, áttu nokkuð aðeins þarna í horninu, eitthvað kannski aðeins svona. Það var lítið. Þakka þér fyrir. Einn var sá að mönnum Ólafs þótti nokkuð ódæll og var hann því sá umbúnaður veittur að kaðli var brugðið hálsónum og bundinn við raufarstein, svo hann færi sér eigi að voða og skadaði eigi þjóð á hag, sá að nefndur Hjörleifur. Þó var fjötur þessi eigi tryggar en svo að Hjörleifi lánaðist af og til að slíta sig lausan og gat hann valdi miklu musla í veigamiklu málum. Ekkert álfur! Ég skal tala sjálfur í 6 klukkutíma, ég hætti ekki við það! Nei, ekkert álfur! Álfur? Hvað var hann að tala um? Hann greinilega langt á undan sinni samtíð. Nú verða þau tíðindi að Steingrímur goði kallar fylgismenn sína til sín til fundar. Já, ég hef áhyggjur af þessu, ég verið að segja það. Voru þar saman komnir þeir af mönnum Steingríms þegar hafa nefndir verið, svo og kvenskörungurinn Jóhanna frá Húsbréfafelli og Júlíus frá Sólnesi, áttu það til að umhverfast í allra kvikinda líki og fylgja ýmsum flokkum af málum. Farðu að hætta þessi blæðrið þarna svo við getum haldið áfram með fundir. Já, góðri félaga, nú illt í efni. Bölvað ódáiðan Davíð Digri, hann ætlar að ráðast á okkur og brýti okkur í spað. Það skal aldrei verða! Við brýtjum að niður alltaf slið! Já, sem það, nú ríður verulega á því að standa saman. Það nú búið að ríkja þjóðasátt undir minni stjórn nú árabil. Ef að Davíð nær völdum, það fyrir allt til fjandar. Já, vel mælt Steingrímur. Það ekki spurning að við kotbændur komum til að standa með ykkur heils huga. Davíð, þetta bara bulla og berserkur, enda hefur Davíð svoleiðis valið yfir okkur smælingina, hann að stóru sér á okkur, hann að breytja mann í spað! Hver ert þú? Hvað, þekkið þið ekki með hjálminn? Það bara komið. Reynið nú að verjast aumur skálkar ef þið getið, en hitt skuluð þið vita að áður en dagur rís mun ég standa yfir höfuðsvörðum ykkar allra og ég mun lækka skattana og skila öllu því sem Ólafur ríki hefur stólið. Já, vel mælt Davíð! Það ekki spurning að við kotbændurnir stöndum með þér eins og einn maður. Áfram Davíð Digri! Í fyrsta lagi, ég svo aldrei sissa. Og í öðru lagi, komdu að þú þorir! Ég held nú að þú ættir ekki að segja mikið, Jón Baldni. Þú sem ert búinn að vera að daðra við ormin EB út í heimi og ætlar að leyfa honum að gleypa allt Ísland með húð og hári. Já, og ef hann kæmi hingað í fiskimiðun okkar, þá myndi hann háma hann í sig allan í einu. Á nóinu. Já, látt hann bara hafa það, Steingrímur! Já, þakka fyrir. Enda það að fyrir alveg ljóst að hann hefði staðið sem við þvílíkum endunum í ennmálnu að manni bara fallast sko skildir og nýðar. Já, ég tek hann fyrir nýðarbelti. Takk þú fyrir ofabelti. Jóhanna, þið leggur til allafu. Okkar, ætti ekki vera með í barðanum. Ætti þið bara að högga hvert annað. Það þýðir ekkert að berjast með þig, þú hefur enga stefnu. Nei, félaga, við eigum ekki að vera að berjast hver við annan, heldur eigum við að sameinast gegn berserknum Davíð Digra. Hei, þú ekki að reyna að verja þig! Já, mæl þú manna heilastur! Ég er bara búkt út á svona menni svon Ólaf ríka sem hugsar ekki neitt nema peninga! Hei, og þú Ragnar Reykjavík hérna og reynda að styðja mig! Mæl þú manna heilastur Ólafur! Vera að halda upp á svona dela eins og Jón Baldna! Maður veit nú hvenær var á Hauki horni! Jón Baldi! Foguormar! Við átt að foguormar! Komið með foguormar! Víst hef ég stefnu! Ég stefna því að myrða alla þína menn og taka völdin í mínar hendur!
Þú hefur ekkert nefn ég að segja það. Ég las það í handriti sem ég fékk rétt á það. Og ég las það með sér tvisvar. Það er að lesa þessi. Góðan dag, Kristján heiti Ólafsson. Nú það nokkuð ljóst að það ekki heiglum henda að fylgjast með gangi bardagans og þess vegna hingað komin til að útskýra hvað að vera. Nú þegar hér komið sögu, þá logar allt landið í illdeilum. Nú að baki þessum illdeilum liggja ýmsar afar flóknar deilur sem rekja mörg ára aftur í tímann. Nú, það eru gríðarlega miklir og mismunandi hagsmunir sem að rekast þarna á. Nú mér þykir rétt að útskýra í stuttumáli hvaða efnahagslegu og pólitísku flækjur liggja þarna að baki og setja þær í rétt sögulegt og alþjóðlegt samhengi. Eða, jú sjáu þið sko, vandamálið er það að eiginlega málið er sára einfalt. Það vilja allir fá að ráða. Það vilja sem sagt allir komast til valda til þess að ota sínum potta. Förum ekki námur út í það. Þess vegna, sem sagt, logar allt landið í illdeilum. Nú, og það verður best útskýrt svona. Hvað er hann að gera? Hann kveikti í kortinu. Já. Hvurslags eiginlega er það? Sorry, thank you very much for this program and goodbye. Svo slettur hann engil 16 bálmaður. Afhjúkust armar, burtu þar hausar, atkvæði féllu á ýmsar lundir. Davíð hinn digri dómslega heggur á báða bóa, svo bresta skildi. Hvað svo? En þegar hæst stóð bardaganum bar þar að konur föngulegar nefndu sig kvennaliðið. Nei. Þarna kemur kvennaliðið. Það hlýtur að styðja okkur gegn Davíð. Nei, Ólafur! Við erum á móti þeirra karla barnú. Við ætlum bara að horfa á, en þeir vilja á móti ykkur öllum. Já, þið getum þó að minnstakosti snúið okkur bogastrengi úr hárinu ykkar. Nei, ég verður ekki stoltur að hári af ykkur, en það er það líka hluti af reynslu heimi kvenna. Kvennaliðið er líka í hálsvarðarsamtökunum. Já, það var vel mælt. Við smælingjarnir stöndum með kvenfólkinu fram í rauðan dauðan. Það er engin spurning. Hlusta á það að Karl rendaði með það. Frelsi og mannúð! Nei! Gættu þín! Batman! Fýtt og hægur! Já, nú hefur þessan bardaginn staðið það lengi að við getum farið að spá úrslit hans. Nú, hér er sem sagt típisk spá fyrir landið allt. Alveg svona þetta typical spá. Alveg svona dæmigerð spá. Sorry, fyrir ekki. Nú, við sjáum hér að Steingrímur hefur farið nokkuð hallloka á Reykjanesi. Þannig að ef hann heldur völdum, þá getum við reiknað með að Reykjanesið verið sniðið af landinu og dreigið eitthvað í burtu. Nú, það er alveg ljóst að Davíð Digri hefur aukið fylgi sitt allt land. Nú, við sjáum líka hér á þessu skífuriti að Júlíus og hans frjálslyndu menn eru að þurrkast út og gerir þannig frá. Svona, já, og þá trúi ég rétt að við höldum áfram að horfa á myndina. Thank you very much. Já, þakkur að hræðu hjarta fyrir þátt þennan. Verið sæl að sinni. Orustan stóð lengi dags og höfðu ýmsir betur. Steingrímur varðist vel en var þó að láta undan síga.
hafði hann treyst fulltingi kotbænda á Reykjanesi. Já, nei, elsku strákar mínir, sko, ekki að svona, sko. Þú það bara að berjast til síðasta manns og saman svo. Það alveg ljóst að við kotbændurnir erum ekkert að styðja svona kallið svo hann Steingrim. Það engin spurning að ég og mínir menn höfum sigrað í þessum bardaga. Það alveg ljóst að ég og mínir menn unnum stórsigur í þessum bardaga. Það leikur ekki nokkur vafa því að við unnum, við fórum með sigur af Hólmi og Ísland í A-flokk. Já, auðvitað ég sár, en ég nú þokkalega ánægður með útkomuna. Ég vil segja það. Nei, halló, maður bara botnar ekkert í þessu. Hver vann eiginlega? Já, það vona menn spyrji. Nú eins og við sjáum hér, þá hefur mannfall orðið umtalsvert, en þó hafa Steingrímur og hans menn haldið velli, hafa sem sagt nægan liðstyrk til þess að stjórna landinu. Nú, ef við lítum hér aðeins nánar á þetta skífurinn, the typical scale ride, já, menn eru greinilega uppteknir við eitthvað annað. Einu skott, very good, a lot of wild lands here around. Förum ekki nánar undir það. Nú, við sjáum það hér að sem sagt Jón Baldni eitthvað órólegur og eins og þegar hefur komið fram, þá stekkur hann hæði sína í fullur í herklæðum, já, nei, sem sagt í fullum herklæðum, ætla ég að segja, og eigi skemur aftur fyrir sig en fram, þannig að hann fer létt með að stökkva inn í samstarfið hvert sem er. Ég legg á það megin áherslu, Jón Baldni, að við höldum okkar ágæta samstarfi áfram. Og þetta sem ég sagði orminn EB, það var nú svona meiri gamni bara. Og þó ég hafi verið nærri búinn að höggva þig fótinn og mist öxina þarna einum tvisa sinnum í hausinn á þér, þá var það ekkert illa með. Ég veit það svo gjörlega, en hitt veit ég að afi er ótrúinn. Er hann það blessaður kallinn? Já, sjálfsögðu getur þú fengið að vera allsherjar goði. Mér finnst það ekki nema eðlilega. Við sjáum hvað setur Steingrímur. Vertu sæll. Já, þeir voru mér vestir sem mér unnu flestir. Og nú ekkert eftir að mér nema restir. Það var rétt, Jón Baldni, verður ekkert að púkka upp á svona Steingrim og svoleiðis vegna þess að nú kallar þú bara Ólaf ríka á þinn fund vegna þess að hann ekkert að traðka á okkur smælingjónum. Komdu sæll, Ólafur ríki. Já, blessaður, Jón Baldni. Já, þetta líst mér á, elsku stráka mínir, sko, auðvitað ég til félagshyggju-mennirnir að vinna saman. Jafnvel þó að það hafi þörf með sér að skattarnir hækki kannski upp á lítið, þá er það ekki stórmál vegna þess að við kotbændurnir, við erum alveg aflögufæri með smá peninga og svona. Það kannski sverður aðeins að neyslunni og svona, en hvað, ég með það er ekki stórmál, alls ekki. Já, menn við kannski fáum minna að éta og svona og borða og svona, en það er ekki málið. Vegna þess að það sem skiptir máli er að öllum líði vel og svona. Já, við getum kannski ekki leyft okkur að fara út á hverju ári náttúrulega. Við getum ekki leyft okkur það að kaupa nýjan hestvagn á hverju ári. Við getum ekki leyft okkur... Maður bara áttar sig ekkert á svona vinnubrögð. Það er eitthvað skítanlegt af þessu. Jón Baldni, ég bara skil ekkert í þér að vera að púkka upp á svona dela eins og hann Ólaf ríka sem lætur alltaf smælingin að borga út með þig. Já, þetta verður sko geymt en ekki gleymt. Það eru komnar hérna konur úr kvennaliðinu og þetta eru alveg öndvegis konur og þær ætla að hækka skattlýsismörkin þannig að við látum bara Ólaf sigla sinn sjó. Já, ég skal sko safna liði. Sko, hækka skattlýsismörkin, sko, heyrðu mig nú, sko. Ég er nú maður sem eru gjörsamlega búinn að tapa áttum, sko. Ef
það stendur til að hækka skattinsmörkin, kannski upp í 1,70, þá er það alveg ljóst að ég kem ekki til með að njóta góðs af því og ekki menna minni stærra róður. Já, nei, maðurinn haldi að það veri næran að lækka þessi blessuðu skattleysismörk, þannig að litlu karlarnir í þjóðfélaginu niður sín. Og þetta kvennalið, ég rek hana öfuga tilbaka. Ég er svoleiðis alveg hættur að botna í þér hana. Jón Baldni er að fara að mynda stjórn með Davíð Digra sem er svoleiðis yfirlýstur fjandmaður okkar smælingjana. Fyrir skal ég dauður liggja. Ég er nú býsna liðtækur í baráttunni, en eins og þið hafið fengið að kynnast, þá læt ég þetta sko aldrei viðgangast. Ragnar! Davíð! Hvað býður þú, Davíð? Ég býð helmingaskipti. Þú farðar á það helmingnum af öllum málum, ég hinum helmingnum. Já, maður hlustar nú ekkert á svona íhaldsbullur. Jón Baldni, þú lætur sko ekki múta þér. Það er ekki spurning. Og ég trúi því ekki að þú látir svona menn komast upp með þetta. Þetta er að finna það er svolítið sem mögnuð skítar eitt á þessu. Ég býð enn betur. Ragnar í Reykhási verði með okkur í stjórn. Maður bara hlustar ekkert á svona. Á nú að fara að gera maður samsekandi svona glæpa starfsemi sem að fyrst að mamma, sem sagt ég bara sæti í stjórnina svona. Einmitt. Já, við skulum alveg átt okkur á því, Jón Baldni, að hér höfum við fundið haustaflokks stjórnmálamann og ég segi bara beint frá hjartanu, eins og segir í forþjóðunum, áfram Dabbi Digri! Endar hér sagan, endar hér kvæðið, Jóni þeim Baldna bauð íhaldsflokkur, gull og gersemar grænra skóa. Við tekur viðreist, vitið þér enn, eða hvað? Rosalega var þetta óhugguleg saga. Guði sé lofa að þetta var bara bíó.